Þetta voru risastór 3 stig, ekki? Jú, bara mjög erfið og fyrirhafnarmikil en leið mjög sæt 3 stig. Það var svona leikurinn fyrir áhorfendur kannski ekki sá skemmtilegasti, svona hvernig sá þetta við þér? Nei, ég get vel skilið það. Það var ekkert eitthvað brjálæðislega mikil ákveðið í þessu og við vorum oft á tíðum alltaf neðarlega á vellinum og náðum einhvern veginn ekki að koma okkur nálægt frá teignum og náðum aldrei svona einhvern veginn þannig stjórn á leiknum hvorki með án boltans ef við gætum einhvern veginn hvílt okkur og skipulagt okkur. En bara þeim mun sætara og því mun meira hrós á leikmenn að einhvern veginn, grænda þetta í gegn. Mitt og líka eftir markið, þá baráttan í Háka-liðinu, það var eins og þið töpuðu ekki návíi þarna eftir þetta, þið sannlega vildu þetta. Já, það er bara það sem að mun skipta máli. Við vorum komnum í forystu, það var lítið eftir, bara augnablik sem við áttum mjög erfitt með í fyrra, þannig að ég er mjög ánægður með hvernig mínir menn höndluðu síðustu mínúturnar af því að það var oftar en einu sinni og jafnvel oftar en tvisvar þar sem við vorum komnir yfir á síðast tímabili þegar það var lítið eftir og gerðum ekki nógu vel í að klára leikinn út, þannig að það er allavega mjög jákvætt og þegar þetta er svona ógeðslega erfitt og tekur svona mikið á þá er þetta bara alveg hrikalega sætt. Það er líka sterkt að ná, eins og þú segir, að halda markinu hreinu fyrsta skiptið á tímabilinu. Já, bara frábært og vonandi eitthvað sem við getum byggt á og gert meira af en við fengum líka 3 stig þegar við fengum okkur 2 mörk á móti KR og unnum með 1 en gott klárlega að halda hreinu en við þurfum að bara halda áfram, það er ekkert búið í þessu. Komið núna 2 stigum fyrir ofan fallsæti, núna aðeins 2 vikna pása og síðan næsti leikur gegn Blikum. Þetta hlýtur að vera svona sterkt að fá þessi 3 stig fyrir þessa pásu. Jú, klárlega, það hefði verið súrt og erfitt að fara inn í hléð með tap á bakinu, þannig að það gefur okkur bara orku til þess að undirbúa okkur vel fyrir lokakaflann í mótinu og svona í þessum mánuði mismunandi leikir, mismunandi sigrar og mismunandi frammistöður. Við þurfum einhvern veginn að fínstilla þetta og koma þessu öllu saman í heilstætta frammistöðu. Takk hérlega. Takk.